Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IA TV. Já, ég man ekki eins og hvað dagur jú, það 50 dagur. Það bara fótbolti framundan. Það orðið svolítið síðan við vorum með fótbolta síðast. Og það meistaraflokkur karla. Fyrsti og já, vonandi ekki síðasti leikurinn sem við fáum, keppnisleikurinn sem við sýnum frá þeim á þessu ári. En það framundan hér leikur í Lengjubikarnum, IA Grindavík, staðan í riðlinum, við erum í A-deild, riðli 1, þar eru Skagamenn búnir að spila 2 leikjum, gera jafntefli en báðum, 2-2 jafntefli á móti Vestra og síðan 1-1 jafntefli á móti Val, kannski ólíka úrslit að mörgu leyti og kannski menn ekkert sérstaklega held ég ánægði með þetta jafntefli á móti Vestra en Grindvíkingar hins vegar búnir að vinna 1 og tapa 1 en við skulum renna yfir liðsuppstillingar þar. Sjáum hérna, byrjum á leikmannahópi Skagamanna, Árni Marín Einarsson nummer 22 í markinu, nummer 3 Jóhannes Björn Val, nummer 4 Hlynur Sævar Jónsson, nummer 6 Oliver Stefánsson, nummer 7 Ómar Björn Stefánsson, nummer 8 Albert Hafsteinsson, nummer 11 Hinrik Harðarsson og 13 Erik Tobias Tangen Sandberg, nummer 16 Rúnar Már Sigurjónsson. Frábært að sjá hann komin hérna inn í byrjunarlið, nummer 19 Marko Vardits og nummer 66 Jón Gísli Eyland Gíslason og varamenn eru Jón Sölvi Símonarson sem varamarkmaður og Gabriel Snær Gunnarsson nummer 10, nummer 17 Birkir Hrafn Samúelsson, þessi tveir báðir fæddir 2008, 18 Guðfinnur Þór Leósson, 23 Hilmar Elís Hilmarsson, 25 Arnór Valur Ágústsson og nummer 77 Haukur Andri Haraldsson, Jón Þór Hauksson og Dín Martin. Sjáum liðstjórnina, Jón Þór að sjálfsögðu þjálfari og Dín Martin allt múlíkt maður og peppari og aðstoðarþjálfari. Það var að Grindavík, það eru nokkur nöfn sem við Skagamenn þekkjum ansi vel þar. Í markinu nummer 1 Stefán Óli Hallgrímsson, nummer 4 Arnór Gauti Úlfarsson, nummer 5 Sölvi Snær Ásgeirsson, nummer 7 Ármann Ingi Finnbogason, Skagamaður á láni hjá Grindavík, nummer 8 Gísli Grétar Sigurðsson, nummer 11 Breki Þór Hermannsson, Skagamaður og á láni hjá Grindavík og búinn að skora 3 mörk í þessum 2 leikjum sem þeir hafa leikið nú þegar í Lengjubikarnum. Árni Salvar Heimisson, Skagamaður einnig þarna, nummer 15, nummer 17 Kristján Bjarmi Alexandersson, nummer 22 Lárus Orri Ólafsson, 23 Sindri Þór Guðmundsson og nummer 26 Eysteinn Rúnarsson. Á varamannabekknum eru Viktor Guðberg Hauksson, Adam Árni Róbertsson, Þórður Davíð Sigurjónsson, Andri Karl Júlíusson Hammer, Mikael Máni Þorfinnsson, Friðrik Frans Guðmundsson og Eyþór Örn Eyþórsson og þjálfari fyrrum Skagamaðurinn var Haraldur Árni Rómarsson, stoppaði reyndar stutt hér og já, það verður gaman að sjá þetta liðin auðvitað Skagaliðið að byrja núna, hvað við segja, keppnistímabilið, það byrjar orðið ansi snemma, þetta keppnistímabil eftir síðasta tímabil sem var vissulega framar vonum og algjörlega frábært og sjáum hér einmitt Breka Þór, nummer 11 en já, það hefur verið tilhneiging í fótboltanum að það þetta erfiða annað tímabil á enskunni myndum við kalla þetta second year syndrome, þar sem að Skagaliðið náttúrulega var í, þetta sjáum við dómarana Gunnar Freyr Róbertsson, Eysteinn Hrafngjelsson og Sveinn Ingi Sigurjónsson Voge. Sjáum að stýra þessum leik fyrir okkur í kvöld en eins og ég var að segja, það snúið að spila tímabil eftir tímabil þar sem þú ferð fram úr öllum væntingum. Skagaliðið var í efri hlutanum, var í möguleika á að komast í Evrópu á tímabili. Já, ég minna mér öllum á óvörum sem nýlegar í efstu deild og það eflaust, ég trú ekki öðru en að Jón Þór Hauksson sé mjög meðvitaður það hvernig hann hreinlega búinn að vera að vinna í mönnum andlega. Það eflaust mjög freistandi að halda að hlutirnir verði aðeins þægilegri á næsta ári og víst að við vorum í efri hlutanum að þá þurfum við ekki að leggja alveg mikið á okkur og svo framvegis. En það fáir sem ég treysti betur heldur en Jón Þór Hauksson og Dín Martin til þess að koma þeim hugsunum eitthvað út í
út í Hafsauga. Eins og áður sagði, Skagaliðs gerði 2-2 jafntefli við Vestra í fyrsta leik þessara riðlakeppni. Þar sem að Erik Sandberg og Jón Gísli Eiland Gíslason skoruðu mörk Skagamanna, jöfnuðu í bæði skiptin. Jón Gísli gerði jöfnumarkið þarna á 83. mínútu og síðan síðustu helgi leikur Ía og Vals þar sem að Jóhannes Björn Val skoraði fyrir Skagan en Patrik Pedersen jafnaði fyrir Val. Auðvitað verið töluvert talað þann leik og framistöðu allavega eins leikmanns í þeim leik sem eru ekki lengur leikmaður Vals, en leikurinn komin í gang og það eru Grindvíkingar sem að byrja með boltan. Skagalið stillir upp í kunnulegt kerfi, 3 manna hafsenda línan hér og Jón Gísli og Jóhannes Val væng bakverðir sem að býður náttúrulega upp á 5 manna varnarlínu þegar við verjumst, en hér sjáum við Henrik Harðarsson með boltan inn á teiginn, en þeir ná að koma þessu frá. Auðvitað engin Viktor Jónsson hér í leikmannahópnum í dag og engin Steinar Þorsteinsson heldur. Hitti nú Steinar Þorsteinsson, hann afgreiddi með kaffi hérna bara áðan, en menn stökkva bara í önnur verk ef á þarf að halda. Og hann tjáði mér það, hann mun nú sennilega vera tilbúin í næsta leik. Hann á einhver smávægileg meiðsli í ökkla að stríða. Rúnar reynir að finna Jón Gísla, gengur ekki. Það eru Grindvíkingar. Ekki aukaspyrna þarna. Hér eru Skagamenn að komast inn á vítateiginn. Albert Hafsteinsson hérna kominn á. Það var Ómar, sýndist mér, sem að vann boltan hérna og kom honum á hann. Skalla frá Jóhannes, ekkur hann sem tilbaka á Jón Gísla sem hann setur hann háan inn á teiginn, auðvelt fyrir Stefán Óla í markinu. Já, væntan að hafa áhorfendur tekið eftir því að Rúnar Már auðvitað fyrirliði í dag í fjarveru Viktors Jónssonar, en ég hef svo sem ekki fregnir af því hvað það er sem að veldur því að Viktor er ekki í leikmannahópnum hér í dag. Má gera ráð fyrir einhverjum meiðslum. Ómar, gríðarlegur kraftur í Ómari hér, en fín varnarvinna og Grindvíkingar vinna boltan. Spila tilbaka. Sölvi aftur til hægri. Slök sending tilbaka. Henrik vinnur hann, kemur á Rúnar. Jón Gísli kemur þá utan á hann hér. Tilbaka á Rúnar. Rúnar aðeins og framalega fyrir Albert. En fín pressa hjá Henriki hins vegar. Og Jóni Gísla einnig. En þetta er vel leist hjá Grindavík. Fín vörn þarna hjá Hreini Sævari. Þessi bolta ætlaði breka Þór. Sjáum að Árni Salvar er í kunnulegri stöðu hjá Grindavík þarna í hægri bakarastöðunni. Rangstaða dæmt hér á Jón Gísla. Og Ármann Ingi einnig á hægra megin í fremstu línu Grindvíkinga.
forvitnilegt í rauninni að sko þessir leikmenn sem eru hér að spila fyrir Grindavík Skagamenn og eru í láni hjá frá ÍA. Það er mjög áhugavert að allir þessir 3 leikmenn voru að fá mínútur á síðasta tímabili, voru iðulega á varamannabekk Skagamanna og einhverjir örfáir byrjunarliðsleikir vissulega, en þetta voru menn sem voru í því sem kallað kannski voru í þessari róteringu og voru að fá mínútur og vissulega mikilvægt fyrir það að fá reynsluna, en það er spurning hver tekur þá hvernig hugsa þjálfarateymið hjá Skagamönnum það, hverjir í rauninni sjá þá taka það hlutverk á næsta ári. Vissulega eru að koma þarna upp og höfum séð og þeir sem eru að fylgja liðinu hafa séð þess að stráka 2008 módeli sem byrjaðar að koma inn í liðið. Það er spurning hvort að þeir hreinlega taka við þessu kefli sem að Ármann Breki og Árni Salvar og fleiri voru með í fyrra. Og þar má nefna þá Birgi Hrafn og Gabriel sem á bekknum núna, einnig Styrmir Jóhann Elletsson sem var í byrjunliðinu núna á móti Val í síðustu umferð. Spilaði einnig síðari hálfleikinn í æfingarleik gegn Breiðablik daginn. Í þungavíktabikarnum fyrirgefið og þannig að þar eru strákar á leiðinni og kannski bara þurfti að búa til pláss fyrir þá. Við munum stefna á það fyrir áður en að kemstímabilið hefst fyrir alvöru að ná viðtali jafnvel við Jón Þór og fá bara þetta á hreint í okkar manni. En Skagamenn að sækja. Oliver Erik og Marko tilbaka á Oliver. Oliver séð með hann langan yfir á Jón Gísla, geggjað bolti en rangstæða dæmt á Jón. Annað skiptið. Þannig að stimpla sig inn sem hann sko engin varnarbakvörður. Það er augljóst mál að eini maður sem rangstæður, það er Jón Gísli. Hann eru misáhugasamir að safna tölfræðinni en Jón greinilega hann að stimpla sig inn í þessum þætti allavega. Gísli yfir til hægri, Árni Salvar. Árni reynir að finna Breka, Erik les þetta vel og nú Sævar, Breki pressar á Árna þarna. Tiltölulega þægilegt. Erik Sandberg út á Jóhannes. Jóhannes Val missi boltan, Ármann Ingi hirðir hann þannig bara Jóhannes hirðir á hann tilbaka. En missir hann síðan frá sér. Rúnar les þetta gríðarlega vel. Rúnar Már út á Jón. Albert með hlaupið fyrir framan hann hér. Jón fer yfir á vinstri og reynir skotið af varnarmanni og aftur fyrir. Ágætis hugmynd þarna var hlaupið. Opnaði þetta færi fyrir honum. Og það er Rúnar Már sem tekur hotspyrnuna. Tæpar 8 mínútur liðnar hér. Rúnar inn á Martein og hver var það? Oliver sem stökk hann hæst en nær ekki að stanga í netið. Virtist vera alveg á auðum sjó þarna. Oliver, sjáum þetta aftur. Oliver Stefánsson hérna sjáum. Það vantar bara að setja kraftin í það. Hann er með nánast frían skalla þarna. En markspyrna er niðurstaðan. Og fín pressa hjá Hinriki, þetta gengur ekki þó. Og Skagamenn vinna boltan. Ármann. Kemur langur bolti fram. Kristján Bjarni í pressunni hérna, vel gert hjá Hlini Sævari. Tilbaka á Árna sem að finnur síðan Oliver. Hann á Rúnar. Og sjáum að þeir fara ekki alveg alla leið í pressunni.
Rúnar lyftir þessu inn fyrir vörnina. Ómar fyrstur á boltan, leggur hann út til vinstra. Jóhannes Fall sem tekur skotið og Stefán Óli ver þetta vel. Frábær sókn. Ég veit ekki hvort þú getur séð þetta aftur. Það svo margar gular treyjur, sjáu þið hérna í mynd. En Ómar gerir þetta vel og virkilega vel varið hjá Stefáni Óla. Og enn einn hornspyrnan hjá Skagamönnum. Rúnar fær hann aftur hérna, taka þetta stutt Jón Gísli síðan, setur hann yfir á fjársvæðið og þarna var það Hlynur Sævar Jónsson sýndist mér, já, sem átti þennan skalla, vantaði lítið upp á þetta. Sjáum þetta er vel gert hérna, þessi geggjað bolti frá Jóni. Stefán Óli út úr markinu en nær ekki til hans. Breki síðan hér að minna á sig. En hann voða einmanna hann Breki. Árni Salvar lyftir þessu fram á við beint á Oliver. Finnur síðan skallaboltann, kemur hann á Ármann. Nei, þetta er ekki Ármann en Grindvíkingar með boltann. Gísli tilbaka, Sölva. Hér er Sölvi með boltann. Tilbaka á Arnór. Sindri. Reynir sendinguna fram, Ármann Ingi missir á honum. Hann byrjar Skagamenn. Jón Gísli með skemmtilegan bolta, fín hugmynd. En sendingin aðeins og einarlega fyrir Albert þarna. Og Stefán Óli vel með á nótunum. Albert tilbaka á Marko. Marko með setur hann hátt í loft upp hér. Hver á þennan bolta. Já, Skaginn á þetta fyrir af Eysteini. Snöggir að taka þetta hér. Einrik. Leggur hann tilbaka á Jón. Jón síðan á Marko. Tilbaka á Erik. Allir leikmenn, nánast allir útileikmenn. Pluss einn markmaður, nánast á síðasta þriðjungi hér núna. Vel spilað hjá Rúnari og Jóni Gísla hér. Jón á Albert. Albert komin upp að endaverku, setur hann fyrir og þeir ná að hreinsa þetta frá. Og Skagamenn að ógna hér hægra megin. Það verðist vera leiðin sem er hvað færust fyrir Skagaliðið. Jón Gísli búinn að komast í nokkrar fínar fyrirgjáðstöður hérna og eins Albert með hlaupin sín hérna upp hægra megin. Skagaliðið náttúrulega nánast án Alberts, já, nánast allt síðasta tímabil. Ómar og togaði í hann hérna, Ómar og síðan, já, aukaspyrna dæmd. Spurning hvort að þetta er ekki fyrsta gula spjaldi hérna líka. Held ég hljóti nú eiginlega að vera. Það er ekki Arnór Gauti sem að togar hérna. Nei, hann sleppur við spjald. En aukaspyrna hérna á hættulegum stað. Rúnar Már
Spurning hvort að þetta skotfæri. Það ansi þéttu pakki hérna inn í teig. Rúnar Már með alveg hér, kemur með hann á nærsvæðið og beint á Stefán Óla. Stefán Óli var ekkert að færa sig alltaf mikið út í því svo kallar markmannshorn. Ármann. Tilbaka á Sölva, hann yfir á Eysteinn. Eysteinn sé með langan fram, ætla að breka. Börnin á ekki í vandræði með þetta. Grindvíkingar þurfa að finna einhverja betri hugmyndir ef þeir ætla að ógna. Ómar með snúningin hér, frábær sending upp í horni á Jóhannes Val sem komið þar. Setur hann fyrir í fyrsta, Hinrik Harðarsson stýrir boltanum yfir markið. Frábært upplaup og sendingi frá Ómari hér algjörlega geggjuð fyrirgjöfin einnig. Þarna vorbragur á þessari afgreiðslu sennilega. Við erum ekki að skrifa þetta árstíman. Þessi hefði alltaf verið undirsláni í ágúst. Ætla ég að gefa mér. Og Grindvíkingar eru svolítið slegnir út af leiðinni hérna. 15 mínútur búnar og skalið á í rauninni með öll tök á þessum leik. Það var Hlynur út á Jón. Baka á Hlyn, Markó. Hlynur Sævar yfir á Erik Sandberg. Erik lyftur honum út til hægri. Hár nákvæmt á Jóhannes Val. Jóhannes nær að koma boltanum fyrir markið. Skalla frá Markó. Þetta Markó fyrir leikmaður Grindavíkur, við hefum ekki gleyma því. Það töluverðar tengingar hérna á milli. Kom til Ía frá Grindavík. Þannig kemur Breki. Reynir að setja hann yfir á Ármann. Fær boltan til sín aftur. Markó Vardic eldir hann og alla leið og heyrðir á hann boltan á endanum. En fýtt sprettur hjá Breka þetta. Kemur langur bolti fram. Hinrik tekur sénsinn. Nær boltanum. Ná að hægja á honum hérna. Hinrik aftur tilbaka á Albert sem að missir hann fram hjá sér. Kristján. Breki fær hann í fætur hér. Rekinn tilbaka. Og Eysteinn á Stefán Óla. Breki nær að snúa Jón Gísla af sér hérna. En Jón gefur það ekki eftir. Eysteinn er rekinn hérna aftar með þetta. Fín pressa hér, Markó kemur boltanum á Hinrik. Hinrik er með Ómar með sér vinstra megin. Eiginlega búinn að loka á það. Markó með skoti síðan í varnarmanni Hinrik og hann í rangstöðu. Já, ég ekki sáttur við Hinrik hérna. Hérna hefði hann mátt koma með hann blindan yfir og Ómar. Sjáu þið Ómar þarna vinstra megin. En hann einfaldlega bara of lengi. Og skotfærið lokað fyrir Markó. En Stefán Óli miðar á Breka, gerir þetta vel, kemur hann á Kristján. Hann reynir sér að finna Lárusara, gengur ekki. Markó á Oliver sem að finna Rúnar. Það er einhver svona ró sem að fylgir Rúnarim á hana inn á miðjunni. Ef að boltinn sé hjá honum, þá geta menn aðeins slakað þess. Albert vinnur hann fyrir skagan, Hinrik. Albert síðan á Jón Gísla. Jón með fyrir gjöfina og enn en hotspinnan. Ég mér telst til að þetta sé einn fjórða hotspinnan sem að Ía fær hérna í þessum leik. Og enn Jón Gísli að komast í
fínar fyrirgefastöður, enda fyrirgefna frá Jóni Gísla hans aðalsmerki. Fyrir utan auðvitað öllin fjölmörgu mörk sem hann er farin að gera svolítið að skora mörk líka. Kemur boltinn út teginn, skalla frá, Oliver með frákasti, Jóhannes síðan. Setur þennan beint í Eystein og sendi ekki síðan tilbaka Átna Marino. Átni langur með vinstri, Sölvi. Skalla frá beint á Albert. Albert með Rúnar núna með sér. Albert síðan í fyrirgjöfina, fín fyrirgjöf. Skalla frá og Kristján með boltan út á Ármann. Ármann tilbaka á Átna sem að skipta síðan yfir á Sölva og nú var það Grindvíkingar sem að ná aðeins að ná andanum hér. 20 mínútur liðin að staðan 0-0. Skagaliðið búið að vera með töluverða yfirburði. Búin að eiga svona einhver 4-5 svona hálf færi í það minnsta og alltaf því færi veitt allavega mjög gott færi meðan Grindvíkingum hefur ekki tekist að ógna nokkuð hlut. Kristján, skemmtilega gert hjá honum hér. Tilbaka á Eystein. Bolti tilbaka á Skagaliðið byrjar bara hérna frá byrjun, frá upphafsreit. Það er Jóhannes Val. Ómar síðan með boltan fyrir markið og Grindvíkingar er alveg búin að læra þetta. Þurfið þeir að hreinsa frá inn í teig, þá setja hann upp í loft. Ég hef margoft rætt þetta og ég eiginlega nenni ekki að ræða þetta einu sinni en þessi regla er alveg, þeir sem að þekkja til mín vita að hún fer alveg í mínar allra fínustu. En það nú sögusagnirinn á fótbolta.net að Hinrik Harðarsson sé undir smásjá og B og að njósnari á þeirra vegum muni koma til Íslands og fylgjast með honum eitthvað á undirbúningstímabilinu, þannig að það er business í þessum bolta. Og það er það Albert og Jón. Vel gert hjá Rúnari hérna, gríðarlega sterkur hérna. Og Albert að sleppa inn fyrir, Albert með boltan fyrir en fyrir aftan bæði Ómar og Henrik. Skemmtilega gert hjá Sindra, finnur Ármann. Smá glæta hérna hjá Grindvíkingum. Ármann reynir skiptinguna yfir á Kristján en Jón Gísli er vel staðsettur. Breki tekur frákastið. Kristján með Jón Gísla til varnar og Jón ekki í vandræðum með þetta. Skemmtilega gert hjá Jóni Gísla. Með Ómar hérna fyrir fram að sig, ákveður að nota hann ekki. Rúnar Már, já, Jóhannes. Kemur langur bolti yfir á Jón Gísla. Ómar síðan hittir ekki boltan í svona þokkalegu færi. Boltinn hendar í fangin á Stefáni Óla. Skaga
meistaraflokkur kvenna hjá IA er einmitt að spila líka í kvöld í Lengjubikarnum í nýju knattspyrnuhúsi Haukamanna gegn einmitt Haukum og ég er nú að reyna að gramsa á Instagraminu hvort að ég hef ekki séð neinar og fyrirgefið, hér er bara fyrsta marki komið. Hinrik Haraldsson að skora þetta mark hér á 25. mínútu. Kom einhvern veginn, já, upp úr það litlu að ég var ekki að fylgjast með einu sinni. Boltinn hér út á Jóhannes Val og þetta er einfalt frábær skalli hjá Hinriki. Og fyrsta markið loksins komið hér eftir 25 mínútur. Og Henrik dæmdur brotlegur hér. Já, ég var rétt að minnast á það að meistaraflokkur kvenna hjá IA er að spila í Lengjubikarnum og sá leikur hófst einmitt líka klukkan 8 og ég kannski óska bara eftir því hér og nú ef einhver er að horfa á þessa útsendingu og er á ásvöllunum og er kannski vinur minn á Facebook, hann má alveg senda mér á Messenger kannski gangleiksins þar, en ef ekki þá bara verður fólk að eiga það. En það var Skæ, Marko inn fyrir á Jón Gísla, frábær tækling hjá Eysteini. Það rignir inn skilaboðum hérna. Já, leikurinn hófst klukkan 6 og endaði 3-5 fyrir IA. 5-3 sigur hjá stelpunum. Ég er ekki með markaskorara ennþá, en það gæti dottið inn. Allavega skilst mér að hafa verið 3-0 í hálfleik. Það stendur ekki á svörunum. Takk hérlega fyrir þetta. Við auðvitað munum á þessu ári eins og önnur gera kvennaboltanum vel skil. Hér á IA TV hefur verið okkar aðalsmerki allt frá árinu 2017 sem var fyrsta sumarið sem við störfum og við höfum sýnt frá leikjum meistaraflokks kvenna alveg frá stofnun, þannig að það er okkar höfuðdjást. Já, sko. Erna Björt Elíasdóttir skoraði 3 mörk. Erla Karitas Jóhannesdóttir 1 og Selma Dögg Þorsteinsdóttir 1. Takk hérlega fyrir þetta. Heimilda kona mín hérna út í netheimum. Takk hérlega. Spurning hvort að strákarnir ná að jafna þessa markatölu hjá markaskorun allavega. Við vonaði jafn ekki hitt, en Hlynur Sævar reynir að koma honum inn og Albert gengur ekki, fær boltan til sín aftur. Marko át á Rúnar ákveður að fara í skotið, en í golfinu myndi þetta kallast húk. Krækir hann þarna vel fram hjá vinstra megin. En síðan auðvitað eins og ég segi, það er að fara af stað
Við höfum verið mikið í að sinna körfuboltanum í vetur. Þarna var mátti ekki miklu muna en Árni finnur Ómar kominn inn á teiginn og upp að endamörkum reynir fyrirgjöfina, gengur ekki. Já, við höfum verið að sinna körfuboltanum auðvitað mjög vel og körfuboltaliðið í að gengur frábærlega. Sitja sem stendur á toppi fyrstu deildar og framundan einmitt frábær tækling Jón Gísli Eyland. Já, framundan auðvitað stærsti leikur tímabilisins þar sem að toppliðið með að tekur á móti Hamri sem í öðru seti. Nánast geta farið ansi langt með að tryggja sig upp deild með því að vinna þann leik. Því miður ekki í beinni útsendingu hjá okkur, sá leikur. Hann verður á Stötu Sport, þannig ef einhver að velta því fyrir sér og ætla að horfa á hann hjá okkur, þá það bara því miður ekki hægt. En eins og segir, þetta alltaf skemmtilegur ástími þegar að fótboltinn fer að rúlla aftur og körfuboltinn ennþá í gangi og fullt að gera hjá okkur. Og tala ekki þegar vel gengur, þá þetta alveg stórkostlega gaman. Og að hafa sem flesta með. Þannig að Grindvíkingar með boltan hér. Steinn tilbaka á Sölva. Gísli tilbaka aftur á Sölva. Sölvi síðan setur hann langan fram á Kristján. Fín ágætis móttaka. En Linus Sævar gerir vel. Svo má ekki gleyma auðvitað Kára-liðinu sem að fór upp í aðra-deildina. Við náðum því miður ekki að sinna Kára-liðinu eins og vel og við höfum vanalega vilja að gera á síðast tímabili en vonum að það gangi betur hjá okkur á þessu ári og verður mjög spennandi að sjá þá komna aftur í aðra-deildina og á meðan að konurnar eru síðan í lengjudeildinni á sínu öðru tímabili eftir að þeir komu upp úr annarri deild. Marko sterkur hér, kemur hann út á Jón Gísla, 4-3 hérna núna Skagamenn. Jón út á Hinrik ákveður að fara í skotið, vel varið Stefán Óli. Hvort að þetta skilaði sér. Haraldur þjálfari Grindvíkinga gargaði hátt og snjallt. Strákar, gerum þetta einfalt. Það vill ekkert menn sé að flækja þetta neitt úr mikið hér. Hlynur Sævar á Hinrik á Marko. Húnar yfir á Jón. Hlynur aftur á Jón síðan með fyrirgjöfina beint í Eystein. Hlynur lyftir þessu fram, gengur ekki að finna Hinrik. Sindri tilbaka Arnór, hann tilbaka á Stefán. Hápressa núna hjá Skagaliðinu. Nú auðvitað risaleikur í gangi í Aþenu. Panathinaikos tekur á móti Víkingi og Reykjavík. Fyrir leikliðana auðvitað lauk með 2-1 sigri Víkings. Það kom einhver smá óskikja upp í mér hérna. En Víkingar með 2-1 yfir eftir fyrirleikinn sem var þeirra heimaleikur en staðan 0-0 þar akkurat núna. Þannig að sem stendur og þá eru Víkingar enn og aftur en áfram í þessari keppni. Lygilegur árangur hjá Víkingum. Og gríðarlega stórt fyrir íslenska fótbolta þetta en hvaða áhrif þetta sem mun hafa á næstu árum, það aftur á móti allt annað mál og kannski eitthvað fyrir
fyrir svona hver á landa eins og mig að hafa áhyggjur af. Frábærlega gert hjá Ármann Inga. En þá með boltan. Vel gert, Ómar vinnur vel tilbaka þarna. Ármann búinn að gera þetta vel fram að því. Og Jón Gísli inn fyrir. Þetta er skemmtilega svona stríðandi bolti. Ég reyna íslenska það. Og aukaspyrna dæmd hér. Árni Salvar dæmdur brotlegur. Og hann fær smá spjall. Ekkert spjald. Þrjár mínútur liðnar einmitt út í Aþenu. Og leikurinn hefur hafist á svipuðum tíma og hérna hjá okkur. Kemur boltinn inn á teig. Breki skalla frá. Albert tekur frákastið. Harko og vinnur hornspyrnu fyrir Ía. Það var nú einn annar leikur í þessum riðli í dag sem hófst klukkan 7. Þróttur tekur á móti Val. Þróttarar sitja sem stendur á topp í deildarinnar, riðilsins skulum við segja, með 2 sigra í 2 leikjum. Eftir að hafa unnið Grindavík 3-2 og Fjölni 3-1. Þá kemur hornspyrnan og Grindvíkingar ná að koma þessu frá. En ég er ekki með neinar upplýsingar um stöðu mála í leik Þróttar og Vals. Reyna Grindvíkingar að byggja upp sókn hér. Skalið verst vel gríðarlega skipulagðir og bjóð ekki upp á neinar opnanir. Rúnar Már sem er dæmdur brotlegur staðan hjá Þrótturum og Val er 1-1. Því sem að mér kemst næst. Og 10 mínútur eftir. Menn aðeins að leyfa Grindvíkingum að vera bara með bolta núna. Þá kemur pressan. Og Rúnar vinnur boltan en Breki hirðir upp lausan bolta hérna. Sjö mínútur eftir af fyrri hálfleik. Það var Henrik Harðarsson sem skoraði mark Ía á 25. mínútu eftir fallega fyrirgjöf frá Jóhannesi Val. Þá koma Grindvíkingar. Kristján kemst í skotfæri og Árni Marino þarf að teygja sig eftir þessum dauðafæri Grindvíkinga. Og það er Kristján Bjarmi sem að Alexandersson virkilega góð varsla hjá Árna Marino. Ekkert einfalt mál að vera, hefur ekki haft mikið að gera. Það verður að viðurkennast. Og spurning hvort að við fáum að sjá þetta hérna á eftir. Það er kannski boltinn fer af velli eða eitthvað slíkt.
Rúnar. Kemur síðan skiptingin yfir á Jóhannes Val. Jóhannes reynir að komast hérna. Já, hann er komin inn á teginn, leggur hann út á Ómar. Ómar síðan í skoti, frábælega varinn Stefán Óli. Og rangstaða dæmt, já, en nú getum við kannski fengið að sjá. Byrjum hérna á þessu dauðafæri sem að Kristján Bjarmi fær. Já, Árni þarf að hafa sig alla með, hérna sjáum við síðan hitt. Jóhannes gerir þetta vel, finnur Ómar og Ómar, já, rangstaða væntanlega þetta Jóhannes Val í framhaldi af skotinu. En það er smá líf hérna í þessu akkurat núna, 5 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Rúnar Már upp í horni á Jón Gísla. Jón tilbaka á Albert með nógan tíma, setur hann fyrir í fyrsta og hann endar á hjá Ómari alveg yfir á fjärstönginni. Það hafði nú Albert aðeins meiri tíma en góð tilraun. Jón Gísli síðan hirðir hann fyrir Rúnar. Og Stefán Óli grípur þennan þægilega. Erik vel staðsettur þarna, sendi ekki tilbaka hér Oliver. Rúnar Már með tíma til að snúa, reynir síðan sendingu, frábær sending hérna í gegn á Hinrik Harðarsson og Stefán Óli. Þarna sjáum við gæðin í Rúnari Má. Sjáum við aftur hérna, þetta er talandi um að þræða nálarauga en Stefán Óli lokar vel á Hinrik. Þarna Breki komið hérna inn á eigin vítateig, finnur síðan Árni Salvar. Árni langur bolti fram, þarna hlýtur að rangstæða á Kristján Bjarma. Rangstæður. Og sjáum hérna að þetta er hárrétt vel gert hjá aðeins og snöggur inn fyrir. Spurning hvort að sé eitt mark í boði hér í viðbóti í fyrri hálfleiknum. Nú er ágætis fjör síðustu mínúturnar en kemur Erik með langan bolta fram, en er það Jón Gísli. Jón leggur hann út á Albert, Albert næra 10 bara upp fyrir sig og er komin hér inn, fellur hér við. En ég held að það hafi ekki verið mikið í þessu. Það er hreinlega bara mist jafnvægi þarna. Vissulega í smá trafík en Víkingar verjast hérna feimlega. Og hver á þetta? Skaginn á þetta. Sjáum við aftur hérna þegar Albert. Nei, þetta er aldrei brot. En Albert búinn að vera sprækur. Kom náttúrulega aftur heim eftir að hafa átt bara virkilega góðan tíma á köflum hjá Frömmurum. Og klárlega Albert í góðu formi styrkir þetta lið alveg klárlega. Rúnar lyftir honum inn fyrir hérna Hlynur Sævar, allt í hennu komið hérna, leggur hann út í teginn. Hinrik
þunga snertingu þarna. Þarf að fara tilbaka, Jón Gísli. Albert aftur komin í hann hérna. Unni vel saman hérna, Jón og Albert. Jón Gísli gríðarlega sterkur hérna, Rúnar Már síðan út til á Albert. Albert reynir fyrir gjöfina, Sölvi reynsa frá. Erik sterkur. Oliver reynir að lyfta þessu inn á Jón Gísla. Jón nær að taka niður hérna. Fyrir síðan í skotið og það er að varnarmanni og Henrik síðan rangstæður. Og sennilega síðasta tækifæri Skagamanna til þess að ná í annað mark hér í fyrir áleiknum sem að renna hér og þá flautað af bara hér. Engin viðbóta tími, 1-0 staðan í hálfleik. Skemmtilegu leikur hérna fram að þessu hléi okkar hér sem við ætlum að taka. Við ætlum kannski að rifja upp markið hjá Hinriki. Sjáum þetta hér, undirbúningunum góður. Marko Vardis með bolta út á Jóhannes sem hefur hérna allan tíma í heiminum til þess að tía hann upp fyrir Hinrik. Og hérna varnarleikurinn ekki beisinn verður að viðurkennast. Og vissulega fullt af fjöri. Grindvíkingar fengu 1 færi í fyrri hálfleik en Skagamenn nokkur í viðbót en náðu ekki að bæta við marki. Sjáum hvað setur í síðari hálfleik. Staðan hjá Panathinaikos Víkingi Reykjavík ennþá 0-0. Minni á það að Ía vann Hauka 5-3 í Lengjubikar kvenna en við ætlum að taka okkur hlé hér eins og aðrir og komum aftur með síðari hálfleik eftir cirka 15 mínútur.
Jæja, árandi góði, velkomin aftur með okkur hérna á IA TV. Örn Arnarsson heiti ég og heils ykkur fyrir síðari hálfleik í leik IA og Grindavíkur í Lengjubikar karla. 1-0 er staðan, Hinrik Harðarson með markið á 23. mínútu. Framundan tvöföld skipting, sýnist mér jafnvel þreföld. Allavega, jú, Hilmar Elís Hilmarsson að gera sig kláran hérna væntanlega fyrir Oliver Stefansson. Og síðan þeir einnig að gera sig kláran hérna Haukur Andri Haraldsson sem væntanlega kemur inn á fyrir Rúnar Má. Ætla ég að giska á og síðan leikmaður númer 10 Gabriel Snær, nei hann farin aftur í treyjuna. Hann farin aftur í utanumgalana, þannig að hann verður einhver smá bið á honum. Þeir hittuðu saman upp á krafti hérna, hann og Haukur Andri. Enda þeir allir að koma hér út fremstu menn sem að Gabriel væri að leysa af. Þeir eru hérna Hinrik Harðarson sem hefur verið upp á topp í fjarveru Viktors. Ómar Björn Stefánsson. Svona fyrir þá sem kannski ekki mikil deila á honum, þá hann nýkominn til IA úr Fylki. Spilaði með Fylki í bestu deildinni í fyrra, en á 15 leiki skoraði þar 2 mörk. Og þannig að hann að spila hérna í fyrsta sinn á, nei, sennilega mögulega í annað sinn á IA TV, man ekki hvort það var á móti Blikum. Og það þreföld skipting hjá Grindavík einnig. Það verður öllu erfiðara kannski að finna út úr því. En þetta væntanlega kemur allt upp á skjáin hjá okkur, svona þeirra fram í sækir. Breki Þór. Ja, hann þarna ennþá, já, og Árni Salvar þarna ennþá. Já, þetta alltaf áhugavert svona þegar maður að reyna að rýna í aðkomuliðið. Það kemur allt saman. Fyrir rest. En leikurinn kominn af stað, Skagamenn byrja. Sýnist Ármann Ingi Finnbogason að komin af velli hjá Grindavík. Leikmaður númer 9, Adam Árni Róbertsson kemur inn á í hans stað. Og hér komin líka nýr maður út á hægri kant númer 38, Friðrik Frans Guðmundsson. Kemur bolti upp í hægra hornið á Jón Gísla sem kemur fyrir aðeins og vinnalega fyrir Hinrik. Frábælega gert hjá Ómari. Haukur á Jóhannes og All Jóhannes síðan, nei, nær ekki fyrir gjöfunni. Og þessi bolti síðan út af. Þannig búið að gera breytingar í vörninni hjá Grindavík, sýnist mér einnig. Sölvi kominn af velli og í hans stað leikmaður númer 6, Viktor Guðberg Hauksson.
þar með það upptalið. Albert. Tója síðan hérna, hann heldur boltanum, heldur þessu áfram, kemur við boltanum á Jóhannes Val, síðan hann ákveður að taka bara skot. Eða hvort þetta hafi verið missir með fyrirgjöf, ég er ekki alveg klár á því. En enn og aftur fínn sprettur hjá Alberti Hafsteins. Hann hefur heitlað mig hér í dag og hér í kvöld og eins og þessi drengur hér, Ómar, gríðarlegur kraftur í honum og Jón Gísli Eyland einnig. Það verið svona í mínum bókum, í svona hálfgerðum sérflokki, gríðarlega, búin að vaksa gríðarlega á síðustu kannski 2 árum, Jón Gísli Eyland. En Breki missir þennan út, Grindvíkingar missa boltan út af og Hinrik fær þennan úr innkastinu. Jón Gísli gerir þetta vel, leggur hann út, Haukur Andri í skotið í varnarmann og Jóhannes Val búinn að vinna boltan aftur. Erik sterkur hérna, sterkari en Adam. Boltin út á Jón Gísla, Jón með hann fyrir en Viktor vel staðsettur, kemur svo frá, finnur Adam. Adam reynir síðan sendingunni fyrir á Kristján en óvinnalega og Erik Sandberg heyrðir boltan. Lokatölur hjá Þrótti og Val voru 3-1. Valsmönnum vel. Bættu við, skoruðu 2 mörk hérna á síðustu 10 mínútunum eða svo. Og staðan ennþá 0-0 hjá Panathinaikos og Víkingi með mínar heimildir herma að Víkingar síðan jafnvel betri aðilinn í þeim leik sem er magnað. En eflust enginn að horfa á þann leik því að allir eru að horfa á þennan í að Grindavík hér í ykkur Andri á pressunni hérna. Virkilega sterkt að fá Haukandra einnig aftur til liðsins. Ekki nokkur einasta spurning og Henrik tilbaka á Jón. Erik út á Jóhannes Val leggur á stað. Jóhannes með boltan fyrir og þetta var falleg fyrirgjöf en vörnin nær að trufla Henrik þarna. Marko út á Jón Gísli með fastan fyrir, Stefán Óli grípur inn í þetta. Stefán Óli búinn að eiga fínan leik hjá Grindavík. Árni Marino lítið búinn að þurfa að gera með höndunum allavega. Já, ætli þessi ekki bara eina skot Grindvíkinga í aðmarki var á rammann sem að Árni Marino þurfti að verja og gerði það vel. Það er Breki kemst framhjá Tobias Sandberg hér og semur skotið en þetta var vel framhjá. Hérna frá mér séð leit þetta út fyrir að vera nær en sterkur hér Breki Þór. Það er að komast framhjá Erik Sandberg sem að það er ekkert allir sem gera það. Breki Þór með flotta takta. Þessi upp í loft eða út af sennilega fyrst.
Hinrik leggur hann tilbaka á Hauk. Haukur nálgast teginn, leggur hann út til hægri á Jón Gísla. Jón lokuðu færið þarna. Hlynur á Hauk. Skiptingin yfir á Hilmar Elís. Hilmar fær hann aftur. Flottur bolti frá Hilmari inn fyrir á Jóhannes. Jóhannes síðan reynir fyrirgjöfina og enn einn hornspyrnan sem að Skagaliðið fær. Tekið stutt, Haukur fær hann aftur. Haukur Andri reynir skotið. Stefán Óli ég var að hugsa þegar ég horfa á Hauk Andra, það í rauninni bara ein hraðastilling á þessum dreng og það bara á milljón. Þú sérð ekki Hauk Andra hreyfa sig öðruvísi en á fullri ferð. Það alveg magna. Og hvort sem að það í vörn eða sókn, ef hann með boltan eða ekki, það bara skiptir engu máli. Það bara, þetta svona on og off. Hér kemur skall í slána og Stefán Óli liggur eftir. Var það Hlynur Sævar sem átti þennan skall? Nei, þetta ekki Stefán Óli. Skulum kannski sjá aftur hvað gerðist þarna. Þetta nú Marko þarna í einhverjum darraða dansi. Þetta var eitthvað voðalega lítið. Hvort það var verið að reyna að veiða eitthvað þarna. Það var ekkert í þessu. En þá skipting hjá Skagamönnum. Marko Vardits að koma að velli og það Guðfinnur Þór Leósson sem að koma í hans stað, já. Það bara svoleiðis. Marko búinn að eiga fínan leik, eflaust fyrirfram ákveðin. Mínútu fjöldi myndi ég halda. Sjáum þetta aftur hér. Þetta Hlynur Sævar sem á skallan. Og Marko var hérna í einhverjum viðskiptum en þau viðskiptu öll upp á borðinu og tilheyrðu löglega hagkerfinu. Árni Salvar sterkur hér, lyftur honum út á Kristján Bjarma og syndist Hlynur Sævar fá höfuðhögg hérna og þess vegna leikurinn stöðvaður hérna. Lendi hérna í samstöðu við Árna Salvar. Sjáum þetta aftur hér. Já, þetta harður árekstur hérna. Ekkert við Árna Salvar að sakast hérna en réttilega stöðvaði leikurinn hér. Og það Grindvíkingar sem fá boltan bara hérna á sóknarhelmingi. Þetta finnst mér betri framkvæmt á þessari reglu heldur en þessi almenna að sparka boltanum alla leið tilbaka. Má bara setja boltan niður þar sem hann var og liðið sem hann var með boltan haldi bara áfram leiknum það. Árni Salvar með boltan yfir á fjær, beint í fangið á Árna Marino sem gerir þetta vel. Árni, þessi passlega hár og ætlaður Hinrik. Gengur ekki Albert, hirðir hann upp, setur hann inn fyrir á Hinrik, engin rangstæð. Ómar með honum núna af hinn og vinstra megin en hann reynir að setja hann út á punktinn en þar var engin. Og Breki, skemmtilega gert hjá Breka Þór hérna. Skínandi fína leik Breki, oft verið svona frekar einn
í framlínunni. Örlítið að hann að spila aftar hérna samt í síðari hálfleiknum. Adam í rauninni í stöðunni hans þarna frammi, en Kristján við það sleppi gegn, en Jón Gísli Eyland gerir þetta vel. Mikil barátta hérna, en þetta endar með innkasti sem að Grindvíkingar eiga. Og það langur bolti fram á Jón Gísla, en ekki nógu nákvæmt og út af. 10 mínútur liðnar af leik Panathinaikos og Víkings. Þar staðan ennþá 0-0 og eins og staðan núna eru Víkingar að fara áfram. Það einhverja krónur í budduna þar. Árni Marino lendir hérna í slæmu samstuði. Árni Salvar full grimmur í pressunni hérna, og fyrsta gula spjaldið sem að Árni Salvar fær hérna. Þetta pínu óþarfi hérna, en betur fór en á horfðist. Það skipting núna hjá Grindavík. Inn á A-velli að koma leikmaður númer 8 sýnist mér, Gísli Grétar Sigurðsson, og eins Gabriel Snær Gunnarsson að gera sig kláran hjá IA fyrir Albert Hafsteinsson. Gabriel Snær kom einmitt inn á í síðasta leik sem að IA meistaralokur kalla spilaði á IA TV einmitt, og átti þar stóran þátt í marki Skagans á móti í Breiðabliki á Kópavogsvellinum. Og hver var það sem að var að koma inn á? Leikmann númer 20 hjá Grindavík, Mikael Máni Þorfinnsson. Við erum að tala leikmann fæddan 2010. Það bara í 9. bekk. Það bara svoleiðis. Það gaman að sjá. Menn fá tækifærið. Aldurinn bara tala fínasta skot hér sem að, frá okkar manni, Mikael Máni. Snöggur að láta vita af sér hérna. Árni Marino þurfti alveg að vera vel að verði hérna. Það Guðfinnur. Haukur. Aftur á Guðfinn. Jón Gísli reynir að þræða þetta í gegn fyrir Gabriel. Gengur ekki. Sölvi vinnur hann þarna fyrir IA. Það Friðrik. Reynir sendinguna fyrir Linus Sævar. Vel staðsettur Guðfinnur. Það eitthvað sem að segja við samt að þetta eina mark, þessi einsmarksmunur
það sem hann er. Þetta bara eitt mark og það þarf ekki mikið að gerast til þess að það fara allt í skrúna hérna. Skagaliðið er náttúrulega búið að gera nú þegar 2 jafntefli í fyrstu 2 leikjunum og já, 1 mark í viðbót hérna fljótlega myndi nú allavega að róa mínar taugar töluvert. En þannig meðan staðan er bara 1-0 þá hefur Grindavík alveg sýnt að þeir geta ógnað ef að Skagaliðið slekkur á sér í augnablik þá eru alveg leikmenn hjá Grindavík sem að geta nýtt sér það. Henrik fær hann hér. Setur hann yfir á fjær, Jóhannes mættur þar, vantar stuðning. Guðfinnur býður upp á hann. Fær hér boltan, en boltan ber síðan á Hilmar Elís. Kemur vel, Haukur Andri. Haukur, nógan tíma, Henrik Harðarsson fer í skotið í varnarmann í Sölva sýndist mér, Haukur Andri. Enn og aftur á fullri ferð. Setur hann inn fyrir á Jóhannes. Jóhannes lyftir hann yfir á fjær. Þar er það Henrik Harðarsson með skoti í varnarmann og þeir koma þessu síðan frá. Og þetta vel gert. Nei, þetta ekki eins vel gert hjá Sölva. Svona þreytumerki hjá Sölva Snæ sem hefur fært sig yfir í vinstri bakvörðin Eysteinn Rúnar Rúnarsson fór af velli í hálfleik. Sandberg með sendinguna en Árni Salvar les það. Breki og Adam með honum hér. Kominn fram hjá Árna Marín og missir hann frekar langt frá sér þarna. En þetta akkurat það sem ég var að tala um. Það þarf ofboðslega lítið að gerast. Örlítið lausari snerting þarna, já Adam hefði bara gert þetta allt annað að allt öru færi og þannig að ég auglýsi hér með eftir öðru marki hjá heimamönnum til þess að svona tryggja stöðuna Grindvíkingarnir aðeins svona grimmari í sinni pressu, það er að pressa hærra og að fá bara pínu trú á verkefnið, boltinn inn á tein. Og fyrir Skagamenn ná að koma þessu frá. Skynsamlega gert hjá Jóni Gísla. Setur hann upp í loft. Og ég geri fastlega ráð fyrir því að Árni Marín og muni spyrna boltanum hérna alla leið yfir. Þá það Grindvíkingar. Ómar kemur í pressuna. Hilmar minnur boltan fyrir Ía. Finnur Jóhannes Val. Árni Salvar. Rökkur hann tilbaka. Haukur Andri. Horfir yfir til Jóns. Og Jón Gísli fer yfir á vinstri fótinn. Fer með að setur hann fyrir markið inn á fjársvæðið og vinnalega fyrir Henrik. Ágætis tilraun. En nú aftur Jón Gísli svolítið arkitekt í þessu. En sjáum hversu gríðarlega mikilvægir í þessu fyrir þetta lið. Þeir eru vangbakverðirnir. Þetta minnir mig bara pínlítið á umræðan Manchester United sem hefur verið margt mjög neikvæð þar sem að þeir eru að spila einmitt kerfi sem að svona gerir kröfu svipað eins og þetta kerfi. Að þú þarft að vera með réttu mennina í þessum tveimur stöðum. Vissulega er gott að vera með sterka menn í öllum stöðum en í þessu kerfi, þegar þú ert með vangbakverði, að vera með réttu mennina og ég held að það sé óhætt að segja það að fyrir Skagaliðið að þá eru þessir tveir Jóhannes Val og Jón Gísli Eyland ofboðslega mikilvægir
fyrir Skagalið. Ég held að þetta séu verði og muni kannski reynast þeir menn sem við megum kannski í sístu að missa út. En við sjáum að Ómar kemur af velli og í hans stað kemur Arnór Valur Ágústsson. Arnór Valur valinn, leikmaður ársins segir maður rétt hjá Kára á síðast tímabili eða besti ungi leikmaðurinn, nei, það var sennilega hvort það var besti leikmaðurinn í öðrum flokk eða besti ungi leikmaðurinn já, þetta allavega, hann fór klyfjaðar heim af lokahófinu í knattspyrnunni á síðasta haust. Jón Gísli enn einu sinni að bjóða, leggur hann út á Gabriel sem að klára þetta frábærlega. Markanefið er ættgengt gott fólk, frábærlega klára Gabriel Snær Gunnarsson og ég get andað rólegar og það var komið að Jóni Gísla að búa þetta til. Jóhannes Val var búinn að leggja upp eitt en þetta er frábærlega klárað og ég held að sé ekki orðinn 17 ára. Það verður vissulega 17 ára á þessu ári en ég held að þetta sé leikmaður sem við stuðningsmenn í og bara fótboltaáhugamenn ættu að fylgjast náið með í framtíðinni. En það er svo sem alltaf hættan á því að við stuðningsmenn í svo sem fáum oft ekki að njóta þessara starfskrafta ungu efnilegustu leikmannanna allt og lengi. Það er því miður fyrir okkur en bara fínt fyrir þá að oft fá þeir tækifærin erlendis snemma. En er að meðan er og þetta mark allavega getur ýljað okkur hérna í höllinni þetta kvöldið. Gabriel fær hann aftur hér. Skaginn 4-4. Gabriel skiptir inn á teginn á Hinrik en Stefán Óli sem er búinn að eiga fínan leik grípur inn í þetta. Rétt 20 mínútur eftir. Staðan er ennþá 0-0 í aðinu svo við bara svona laumum því að kvennaliðið var auðvitað að vinna leik í Lengjubikarnum núna rétt fyrr í dag. 5-3 sigur gegn Haukum á útivelli. Og í þessum riðli einnig sigraði Valur Þrótt og tilti sér þannig á toppinn í riðli 1 í þessari A-deild Lengjubikarsins. Framundan í næstu viku leikur ÍA á útileik í Egilshöll gegn Fjölni og fylgist þið vel með því að það gæti meira verið að hann verði í beinni hjá okkur á ÍA TV. Við munum svona allavega skoða þann möguleika af alvöru og en til þess að fylgjast með dagskránu okkar þá er auðvitað langt best að elta okkur á öllum samfélagsmiðlum. Við erum á X og við erum á Facebook og við erum á Instagram og á YouTube-brásinu okkar. Er þetta að fylgjast með þessu eins á iatv.is. Þar er gluggi með því sem að framundan er hjá okkur. Þannig að og auðvitað ef þið eruð áskrifundir á okkur á YouTube og smellið á bjölluna þá fáið tilkynningar hvert skipti sem við förum í loftið, þannig að þá þurfum við ekki að missa neinu og þurfum við ekki að eiga ykkur neitt sérstakt líf utan við íþróttalífið á Akranesi. Við allavega leggjum okkar lóð á vogarskálarnar með það. En Gabriel finnur Hlyn og Hlynur sér hér Jóhannes Valinn á teignum og það er alls konar uppstillingar í gangi. Jóhannes reyndar færði sig framar á völlin hér við þessi síðustu skiptingu. Arnór fór í rauninni í vangbakvörðinn og Jóhannes Val í rauninni fór í stöðunas Ómars en frábær
frábær sókn enn og aftur og eins og ég segi, í ágúst hefði þessi farið inn og hér er Jóhannes Val frábæla vari Gabriel Snær aftur í dauðafæri og já, Stefán Óli ver þetta, sjáum hérna nú spurning með, nei það er ekkert á þetta Jóhannes leggur hann út hérna en Jón Gísli með boltan inn á tegin og vinnur aðra hotspinnu boltin af Sölva hérna áttu fyrir spurning svona tilfinningi sem ég hef akkurat núna er að þetta seinna mark í að hafi svolítið svona kýlt vindin úr Grindvíkingum og nú sé bara spurningin hvort að Skaginn bæti við bara mörkum frekar en hitt Stefán mun gera sitt til þess að komi veg fyrir það eins og það kemur langur bolti fram hérna út hægra megin og Jón Gísli á undan í boltan og vel skynsamlega gert hjá Jóni og hann hafi nú ekki en Breki fór hérna lentu saman hérna sjáum að Jóni er bara aðeins á undan og Breki fer með vinstri öxlina hérna í bakið á Jóni og ekkert við þess að segja og Hlynur á Gabriel Snær með flotta takta hérna og nær í aukaspyrnuna og það er gult spjald á er það á Sölva númer 5 sýndist að vera hann sem að Sölvi Snær Ásgeirsson aukaspyrnan hérna ætluð Gabriel og vinnanlega Panathinaikos komnir 1-0 yfir gegn Víkingi staðan 2-2 samanlagt og nú gerir ráð fyrir að já, verði þetta úrslitinn að þá verði framlenging það er engin útivallamarka regla lengur eins og var hérna í gamla daga en þá kemur skipting hjá Grindavík hver er það sem kemur á velli? Það er Sölvi númer 5 Sölvi Snær Ásgeirsson fer að velli og það er leikmaður númer 18 gerir ráð fyrir Andri Karl Júlíusson Hammer sem er að koma inn á vissulega í treyju númer 8 en er númer 18 á skýrslu ég ætla bara að gefa mér það að þetta sé hann þetta var áhugavert þetta verðum við að sjá aftur þetta er aukaspyrna frá Jóni Gísla og hann sér að Stefán Óli er hérna framalega í markinu og hann þarf að hafa sig alla við að slá hann yfir Jón Gísli eiginlega þarna ekki allur það sem hann séður og það er Haukur Andri með hotspyrnu Hárin á fjær Sandberg hérna stekkur hæst og nær ekki að hitta boltan ósáttur með sjálfan sig þarna sýndist mér það er spurning hvað Víkingar gera varðandi Lengjubikarinn eða dett út núna hvort þeir reyna að fá að fara aftur inn í hann eða hvernig þeir náttúrulega sögðu sig úr Lengjubikarnum auðvitað af því að sem er kannski fullkomlega eðlilegt en það verður gaman að sjá hvernig gengur fyrir þá að gíra sig aftur inn í undirbúningstímabilið á það er spurning hvort þeir fá kannski loksins frí umhyggjarsmennirnir núna þegar önnur lið er að gera sig klár í nýtt mót en enga síður frábær árangur sama hvernig þetta fer hjá þeim Víkingum
Og Jón Gísli vinnur boltan fyrir Ía. Finnur Jóhannes Val. Arnór kemur utan á. Arnór upp að enda mörkum, leggur hann út í teiginn og þetta var Haukur Andri að koma í humátt en sýndist að vera Andri Karl sem var á undanrúmi í boltan hana. Enn hóspillan sem að Skagamenn fá hér. Haukur með boltan yfir og fjær og núna var það Sandberg sem að náði að stanga hann að marki en frábælega varið hjá Stefáni Óla. Það var eiginlega bara nákvæmlega sama hóspillan og áðan. Skemmtilegt leikkerfi hérna inn á fjárstunginni þar sem að Sandberg fekk hérna hindrun í rauninni til þess að fá þetta pláss sem hann þurfti. Og það færum okkur yfir og Jóhannes Val kemur núna með hann hérna, snýr hann inn að markinu og aftur er það Sandberg en nær ekki að setja kraftin í þetta og sneiðir hann fram hjá markinu og þá er hvað skipting hjá Grindvíkingum. Vantarlega síðasta skiptingin. Og Eyþór Örn Eyþórsson kemur inn á fyrir Breka Þór Hermannsson. Breki getur farið stoltur af velli hér á heimaslóðum og við óskum honum auðvitað og þeim Skagastrákum í Grindavíkurliðinu góðs gengis á þessu tímabili og vonandi fá að nýta þessa reynslu alveg í botn og koma svo þeim mun sterkari leikmenn aftur tilbaka. Það er tilgangur með þessu saman. Arnór, já, Hinrik reynir að finna Jón, gengur ekki. Jón Gísli í ótrúlegu formi, drengurinn. Enda þetta er hann ævi nánast eins og atvinnumaður þessa dagana. Hilmar. Við finnur út til hægri á Jón. Jón Gísli tilbaka á Hlinn. Grindvíkingar ná að koma þessu frá. Haukur með fína pressu þarna og boltinn berst til Eriks. Tilbaka á Árna Marino og hann lyftur honum út á Arnór, frábært snerting hjá honum, beint á Gabriel og smá kúluspil hér út á kanti boltinn af vellinum og Arnór snöggur að taka þetta. Hinrik inn á Gabriel í skotið og frábælega varði Stefán og hér er það Jón Gísli Eyland Gíslason sem að fylgir eftir. Frábært sókn. Gabriel Snær búinn að vera verulega ógnandi eftir að hann kom inn á þriðja færið hans, auðvitað skoraði eitt mark en Jón Gísli bætir við þriðja marki Skagamanna og fáum að sjá það aftur hérna. Hinrik inn á Gabriel í gott skot sem að þarna bara, þeir verja hann ekkert svona af þessu færi. Þá kemur Birkir Hrafn Samúelsson inn á. Ég ætla að leyfa mér að halda að þetta sé hans fyrsti keppnisleikur með meistaraflokki Ía. Ungur varnarmaður kemur inn í varnarlínuna. Búinn að vera í yngri landsliðaverkefnum með líkt og Gabriel Snær og Styrmir Jóhann Ellerts
Rangstæða dæmt hér á Gabriel og já, Birkir Hrafn er síðastur í vissi, bara tilherði á hópnum hjá U16 eða hvort það var með þessi U17. Hann er gríðarlega efnilegur strákur og örfættur í þokkabót og Hilmar Elís komið þá yfir til hægri, boltinn inn á tegin, Heinrik í skoti, Stefán Óli sem er búinn að hafa nóg að gera í dag. Það hlýtur að vera á einhverjum bónus eða eitthvað, mér finnst það bara sanngjarnt. En þá er það Friðrik fyrir Grindavík. Adam til vinstri á Kristján síðan með fyrir gjöfina, hún er af Skagamanni og aftur fyrir og hotspinna. Það hafa nú ekki verið margar hotspinnu Grindvíkinga í leiknum. Gott ef þetta er bara fyrsta hotnið þeirra hreinlega, ég bara en miðið möguleiki hérna Árni Marino kemst í þennan og kýlir hann frá og Arnór síðan hreinsar þetta frá. Árni Salvar leggur á stað, fer í skotið og Árni Marino þarf að verja þetta. Fínasta skot en vissulega beint á Árna Marino en staðan ennþá 1-0 fyrir Panathinaikos, 10 mínútur eftir í leik Panathinaikos og Víkings. Stefnir í framlengingu akkurat eins og staðan er núna. Minni fólk á að fylgjast með hjá okkur samfélagsmiðlunum, við munum láta vita af því hvort að við sýnum leik Fjölnis og í Lengjubikarnum á næsta miðvikudag. Þannig að það borgar sig að fylgjast vel með. Henrik tilbaka á Jóhannes. Jón Gísli, skemmtilega gert hjá Hauki, lætur boltan fara þarna fyrir Guðfinn. Haukur skiptir yfir á Arnór. Birkir Hrafn fær hann þá. Birkir tilbaka. Guðfinnur er að snúa hérna, setur hann síðan inn fyrir en þetta er vel lesið Árna Salvari sem að missi síðan boltan frá sér. Jón Gísli með boltan fyrir og Gabriel Snær Gunnarsson í færi enn eina ferðina. Ég er að segja ykkur, þetta er ekki kennt. Annaðhvort hafa menn þetta eða ekki, að koma sér á þessa staði. Já, ég ætla að halda því fram. Þetta er bara, annaðhvort er fólk með þetta ekki og Gabriel virðist vera með þetta. Hann er fyrsta skrif er að koma sér í færin, síðan að nýta en þú nýtir engin færi sem hún kemur ekki í. Það er nefnilega málið. Þannig að þetta þarf að gerast í réttri röð. Gabriel er að klárlega að gera það. Birkir í smá vandræðum þarna, Árni Marino. Það var erfiður bolti fyrir Birki einhvern veginn að koma frá. En Árni Marino ver þetta og kemur boltanum aftur fyrir í hotspinnu. Þessi bolti hátt í loftu hérna, Haukur Andri í baráttunni, engin aukaspyrna, leggur hann út til vinstri á Birkir Hrafn. Birkir Hrafn reynir að skipta boltanum yfir en gengur ekki beint á Kristján. Hann finnur Adam en boltin endar síðan hér út af frá Arnóri Ágústssoni. Rétt rúmar 3 mínútur eftir, staðan 3-0. Sanngjarn sigur ætla ég að leyfa mér að segja. Og var í rauninni aldrei í neinni einustu hættu. Það var augljóst
frá bara fyrstu mínútu í hvað stendi og Jón Gísli vinnur boltan fyrir Ía og Guðfinnur liggur skamanum þetta ekkert á. Guðfinnur með fína snúning hérna, skiptir honum yfir á Arnór. Arnór skiptir beint yfir á Jón Gísla. Jón Gísli henni reynir sendinguna inn á teginn í fyrsta. Misheppnaði aðeins hjá honum og Stefán Óli þakka fyrir. Hvetu auðvitað alla áhorfendur ÍA-TV til þess að fylgjast áfram og fram á vorið með körfuboltanum hérna á Akranesi. Auðvitað hveti allir til að mæta í húsið en það er sem að ekki eiga heimagengt að fylgjast með því hjá okkur á ÍA-TV. Það er búið að vera gríðarleg stemming í körfunni, gott gengi, stefnir allt í, mögulega sleppi bara við missum að bara úrslitakeppni, það gengur það vel, mögulega náður að tryggja sig beint upp deild. En við munum að sjálfsögðu alltaf áfram að sýna beint frá leikjum þeirra niður á Vesturgötunni og hér er brotið á Birkir Hrafni og síðan auðvitað fótboltinn þegar að mun fara að taka yfir hjá okkur svona hægt og rólega þegar að körfuboltanum líkur að sjálfsögðu. En ef þið fylgist með okkur og fylgið okkur á samfélagsmiðlunum að þá missið ekki að neinu. Mínúta eftir að venjulegum leiktíma. Mörkin skoruð af Hinriki Harðarsyni, Gabriel Snæ Gunnarssoni og Jóni Gísla Eyland Gíslasyni. Og nú er ég ekki með henni sérfræðing með mér í settinu, þannig að ég tek á mig það ábyrgð að velja mann leiksins og gerir það bara mjög fúslega og það er vissulega, ég er búinn að vera að nefna það á báða hérna ítrekkað vangbakverðina en ég ætla samt að setja þetta á Jón Gísla með markstóðsendingu og búinn að vera gríðarlega ógnandi allan leikinn, sterkur varnarlega, þannig að Jón Gísli Eyland fær þetta hjá mér í dag. En vissulega margir sem að gætu á tilkall til þess. Gabriel Snær búinn að vera frábær eftir að koma inn á þessum hálftíma sem hann er búinn að vera að spila tæpa hálftíma með þess að þá var hann búinn að koma sér í allavega 4 dauðafæri, skora 1 mark og nánast að leggja upp fyrir Jón Gísla, svona óbeint. Haukur Andri skiptir yfir á Birkir Hrafn með smá pláss hérna. Setur hann inn á fjær en hann siglir aftur fyrir. Það er hann það. Spurning hversu miklu verður bætt við hérna. Ég ætla að veðja á svona 3. Ekki mikil ástæða til þess að orðlengja þetta eitthvað mikið.
Birkir á Guðfinn. Hann tilbaka á Erik. Haukur nær að snúa. Fyrir Hilmar. Jóhannes tilbaka síðan á Guðfinn. Haukur Andri fer á stað, reynir að þræða hann í gegnum Gabriel. Spurning hvort hann hefði átt að nota Birkir Hrafn frekar hérna fyrst úti í vinstri hliðarlínunni. Hefði sennilega verið auðveldari leið að koma boltanum í gegn, en það var auðvitað mig að segja það hérna. Arnór á Gabriel. Gabriel fer á hægri, leggur hann út í teina. Jón Gísla Heiland og hann nánast búinn að kóróna frábæran leiksinn hérna með öðru marki, en þá er flauta til leiksloka. 3-0 sigur Skagamanna. Er staðreind. Við kannum kannski bara rifjað upp mörkin snöggvast. Það var fyrst Hinrik Harðarsson sem að kom Skagamönnum yfir í fyrri hálfleik á 23. mínútu. Það var búið að vera svo rólegt að ég var ekki eins og að fylgjast með. Misti að þessu Jóhannes Val síðan með fyrirgjöf hér og Hinrik Harðarsson skallar þetta óverjandi í hornið. En síðan þurftum við að bíða svolítið eftir næsta marki. En það skoraði Gabriel Snær Gunnarsson eftir fínan undirbúning frá Jóni Gísla Eiland. Geggjuð afgreiðsla hjá Gabriel, algjörlega óverjandi fyrir Stefán Óla. Og það var síðan Jón Gísli sem að skoraði eftir. Það var fylgt eftir þessu skoti frá Gabriel Snæ og þar við satt. En ég ætla enn einu sinni að minna á það að við ætlum að mögulega að sýna næsta leik í Lengjubikarnum, þar að segja útileik gegn Fjölni í Egilshöllinni á miðvikudaginn í næstu viku, og bið ykkur að fylgjast bara vel með og láta það ekki fram í ykkur fara ef af verður. En annars ætla ég að fara að þakka þeim sem að stóða þessar útsendingu með mér. Ingimar Elvar Ágústsson sem að stjórnaði henni og Snorri Kristlefsson sem að var á myndavélinni. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og þangað til næst þá bið ég ykkur bara vel að lifa. Takk kærlega fyrir okkur í kvöld.